Komið í sæl og blessuður, velkomin í beina útsendingu. Ég heiti Aron Óskarsson, ég ætla að vera með ykkur á þessum frábæra 5. degi til umtabili svona 10 í kvöld, cirka bát. Við erum velkomin í 3. umferð Formúlu 4-deildarinnar hér á Hungaroring á þessari Grand Prix útfærslu þar sem innan skamms mun byrja tímataka. En áður en að tímatakan byrjar þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá styrktaraðalum okkar. Það er málningavörur þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautuvegstæði allt land. Einnig er hjá þeim að finna hágeða bílabón og hreinsuvörur frá merkjum eins og Meguiar's, Concept og fleiri. Þá er þetta að finna í Lámúla 9, það er þetta að heyri í síma 581 4200 eða á heimasíðu þeirra, málningavörur.is. Svo er Aðalbón, þeir eru hreinlega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landinu með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölur landsins. Fagleg, hröð og framúrskarandi þjónusta, bíllinn á þetta bara einfaldlega skilið. Það var að finna á Lyngálsi 10, þá er þetta að heyri í síma 571 6005 eða heimasíðu aðalbón.is. Það er að bílamarkaðurinn í einn elsta bílasala á Íslandi, stofnuð 1974 með 3 hluti í huga, traust, gæði og heimsklassa þjónusta. Það er bara ekki til betri staður til að skilja við gamla bílinn eða sækja til nýjan. Bílamarkaðurinn er að finna á Smiðju 44, hægt er að heyri í síma 567 1800 eða á heimasíðunni bílamarkaðurinn.is. Stórar kærar þakkir í átt styrktaraðila. En hér eru menn byrjar að gera tímatöku hringi. Svo við skulum fara að sjá eitthvað, við skulum byrja á því að bomba upp niðurstöðum síðustu keppni og keppendurnar fyrst, að Gunnar Karl Vignisson sem er að rústa þessari keppni. Já, eiginlega ekkert að rústa, ég ætla nú ekki að segja það. Þórhallur Ingi Jónsson búinn að ná honum ansi vel, heldur vel í hann með 55 stig á eftir honum. Svo er Aron Breki Valgeirsson sem er með 47 stig, Patrik Þórhallur rétt á eftir honum. Og svo er þetta bara ennþá þéttara þessi, sjáum við 8, 9 og 10, það er allt í boði þar. Ég veit að Bjarni Jarl er ekki á svæðinu núna, en það er einhver Bjarni Sigurðsson þetta samt. Gleymd að fá þetta allt saman á hreint. Það er einhver Bjarni Sigurðsson og svo er Bjarni Jarl Sigurðsson. Svoleiðis. Bjarni Sigurðsson er allan að mættur en ekki Bjarni Jarl. Ég veit að hann er á Spáni að það næs. Nú skulum við sjá liða. Stöðuna er Aðalbón Racing Team sem er að pakka þessu saman og systurliðið Rúpes Bigfoot Racing Team rétt þar á eftir og Jarðíturnar með 70 stig rétt á eftir þeim þarna. Þannig að það er allt sem getur gerst núna ef að Hinrik stendur sig vel í Jarðítunum. Hann byrgir hérna líka í Jarðítunum. Svo er það Midnote Engineering. Ánægði með þetta. Engineering. Það er ógætt. Það mátt vera íslenska betur. Mercedes Gran, Skuggeris, Frost Dynamics, Team Orange, Turbogölturinn. Ég ætla að vola, Turbogölturinn er uppáhaldslið mitt sko, en ég er að búast við meira frá okkur strákar. Ég vil sjá meira frá okkur. Það er viðurkennt það. Heyrðu, skulum fara og sjá eitthvað sem er að gerast. Fáum upp eitthvað stöff á. Það eru komnir einhverjir tímar hérna inn, Gunnlaugur hérna, búinn að keyra bara út af og stoppa þar að ná sér í ný dekk eða eitthvað. Það er nefnilega ýmsar breytingar sem hafa orðið á, kæra fólk, síðan að þið voruð hérna síðast. Það er búið að breyta dekkjamódelinu í iRacing, alveg talsvert vikið og hér er allir keppendur bara á nýjum dekkjum, einhverju sem þeir hafa aldrei keyrt á áður eða aldrei upplifað áður. Það hafa sér allt öðruvísi heldur en gamli bílinn gerði. Það er einhvern veginn, ég veit ekki alveg, hann er ekki alveg að, það þarf ekki að vera svona 100%
á inputunum sínum til þess að ná miklu útúrunum, þannig að ég hef einhverja trú á því að það verði örlítið þéttara hjá okkur í dag, en ég hef líka einhverja trú á því að það verði mikið drifðar, sko, á endanum, við byrjum þétta og svo verði svolítið mikið allskyns rugl í gangi. Eins og ég ætlaði að fara að segja eins og þetta, en Þórhallur Jóns bara aðeins að stoppa þarna út og henda sér í pitt. Keppendur sem eru að díla við það að dekki núna slæta miklu betur. Þau leyfa þér það. Ef þú rennur aðeins til þá heldur ennþá gripu. Gömlu dekkin leyfðu það alls ekki. Ef þú rannst eitthvað til þá varstu bara búin að steikja dekki núna næstu svona 2 mínútur. Það var bara hræðilegt. Agalegt. Núna geta keppendur aðeins leyft bílum að dansa, slæta aðeins meira og það steikir ekki dekkin. En dekkin munu falla á endanum. Aðeins hraðar, skilst mér. Þannig að þú múið spurning hvort að keppendur verði að skipta dekk þegar þeir fara í pittin. Það þarf í raun að fara í pitt. Þeir geta ekki akkurat smekkfyllt bílinn og það er skylda að fara einu sinni í pitt og ná sér í bensín. Þannig að þetta keppendur eru mögulega að fara að setja 20 lítra eða sumir kannski setja 10-30 síðan. Sjáum til með það, en allavega er það þannig að keppendur þurfa að fara í pitt, ná sér í bensín og mögulega þurfa að dekk. Það er bara eitthvað sem kemur í ljós eftir þessa keppni hversu mikið keppendur munu þurfa á því að halda. Hinrik Haraldsson að keyra fyrir jarðirnar í 9. sæti. 1:48, talsvert á eftir Þórhalli til dæmis, en ég hef fullt að trúa því, hann er Hinrik minn eftir að fara að ræða þetta. Chatið, virkar það? GTA.is. Ó, guð, þetta er bara búið að vera upp allan tíman. Já. Chatið virkar ekki. Áhugavert. Ó, þetta er ekki búin að snúa. Hver var að snúa? Ég sá Aron Breka. Og hér er Þórhallur Tími Rúpes. Ég er að sjá við báða Rúpes bílana. Stefán Freyr Margrétarsson sem er með honum í liði hérna. Ég er mjög spenntur að sjá hvað gerist. Það er Aron Breki sem tekur núna hraðasta hring, 1:45.5. Það er ansi gott bil. Þetta hjá drengnum. Ég þarf nú að hafa þetta í rétta röð. Óna sko. Hvoru eru liðsmenn Rushdie að keppa? Sorglegur dagur. Mikið er ég sammálaði þar, Viktor Nóbrein, og vertu velkominn, minn kæri. Sorgardagur, það er rétt. En sem betur fer mín vegna allavega eru báðir turbogeltitir hérna, þannig að ég veit reyndar ekkert um það. Hvað er ég að segja? Nei. Þeir eru ekkert hérna. Ég sá bara það á liðatöflun á hann sem er búin að vera á skjánum allt og lengi, by the way. Ég veit ekki hvort að þið sáu þetta. Ég ætla að endurposta þess að þið farið inn á gta.is/live timing. Virkar ekki overlegið á. Nei, það virkar ekki. Það bara er þannig. Ég veit engum máli. Ég er með chatið hérna. Ég sé ykkur tala. Allavega á Twitch sé ég ykkur tala. Spurning. Stigataflan ennþá á miðjum skjá. Magdægin segir Eiríkur, sælir. Herðu, þetta er nú áhugavert. Ég sé ekki. Já, þannig er þetta. Þannig erum við að tala saman. Heldur að ég geti gert svona Rushdie Easy livery fyrir næsta skítu trallsíson? Já, klárlega. Klárt mál. Það eru jarðíturnar. Hér erum við að fylgjast með honum Hinrik. Hann er sá sem að Ærising þykir líklegast
til þess að vera að bæta sig eitthvað núna. En ég held að sé Gunnar Karl að fara að gera eitthvað núna. Svo Fenrir Ponsi hérna líka, hann rétt á undan honum sínum hring og að klára hvað nær Fenrir að gera. Bætir sig ekki og Gunnar Karl bætir sig. Já, kemur sér upp í 5. sæti. Sita Patrekur og Gunnar Karl. Því sem leiða þessa keppni, þetta mótaröð, þeir sitja hér núna í 4. og 5. sæti með Hákon Jökulsson á eftir sér. Það Aron Breki, Sigurgeir Lúðvíksson og Þórhallur Jóns eru að stefna á toppinn. Það var svolítið það sem ég var að búast við að myndi gerast. Þetta myndi hrista svolítið upp í keppendum. Það dekkin séu allt öðruvísi. Það mun breyta því svolítið hverjir eru bestir allan tíma. Þangað til að einhverjir verða búin að æfa sig alveg allan tíman sem hægt er. Arnar Kristjánsson. Er hann að fara að bæta sig? Er hann að fara að koma sér neðar á töfluna? GPS spørsmål! Hvað heldur við, chat? Er hann að fara að gera þetta? Engin bæting. Já, hann bætti sig, reyndar. En hann bara færðist ekki upp sæti. Fenrir. Nei. Hann er ekki að fleygja sér upp listan því miður. Bjarni Sigursson hér. Er á gjöf. Ekki að rikki sér upp listan og ekki Alexander heldur. Jú, Alexander kemur sér upp 1 sæti. Sparkar Arnar Kristjánsson þetta niður. Með þetta gullfallega Skrans livery. Custom livery. Ég kann svo vel að meta þetta livery. Það lítur út nákvæmlega eins og annað livery, en er samt ekki. Þetta er Skrans livery, kæra fólk. Sup, sup. Stefán Freyr, 13, er hann að bæta sig? Nei, bæti sig ekki. Aron Breki hins vegar að setja raðasta ring, bæti sig 200 millisekundur. Nei, það getur ekki verið. Það er bara 200 millisekundur, 150 cirka. Jæja, Arnar Kristjánsson, ertu að vera að rikja upp listan? Nei, ekki svo gott. En hvað með geitina? Nei. Hinrik Haraldsson er að stoppa hérna. Hvað gerir samt Fenrir núna? Nei. Ja, jú, hann bætir tíman sinn en ekki nóg til þess að fara upp. Við erum í bíl hjá Gunnari. Gunnar Karl kemur sér upp í 4. sæti, hann er að hoppa upp fyrir liðsfélaga sinn. Við erum í bíl hjá Arni Breka sem er í jarðítunum. Viktor Nóbrinn er að tala um að hann sé ekki að keppa vegna þess að
Hann á ekki brautina og svo er hann að skipta brotinn gorm í bremsupedalinu sín. Við erum ekki búin að heyra þetta nokkru sinnum. Menn með brotinn gorm í bremsupedalinu. Heyra þetta nokkru sinnum núna upp á síkasti. Það tímatakinn að klárast. Gerir Þórhallur Jóns. Patrikur mögulega að fara að mökkbæta tíma sinni og sama má segja hann Hákon. Nei, Patrikur gerir mistök og fyrir út af. Hvað gerir Hákon? Hákon að bæta sér nóg til að koma sér upp listan? Sýnist Sigurgeir Lúðvíksson líka verið að bæta sér gríðarlega mikið. Hákon upp í 5. Hvað gerir þá Sigurgeir? Sigurgeir neglir inn í pitt. Þá er það Gunnlaugur út í braut. Gunnlaugur í 7. sæti núna með 1:46. Virðist vera að bæta tíma sinn talsvert. Koma svo, Alex Jóhansson kom með kjötbolluflaggið. Búm, Gunnlaugur Ásgrímsson komin upp í 5. sætið. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Algjör æpandi snild. Gunnlaugur Ásgrímsson búinn að stinga sér þetta upp í 5. sætið. Alveg í blálokinn. Blálokinn. Fáum upp partílagið mitt góða hérna. Brr. Og við förum að fáum upp stöðu. Griddið. Fáum bara upp gridd. Stundum okkur við þetta í róleitunum. Það er Aron Breki Valgeirsson. Tekur 1. sætið. Sigurgeir Lúðvíksson sem tekur 2. sætið. Þessir toppmenn hérna. Deila þarna fremstu línu á griddinu. Ráslínunni. Rásröðinni. Það er Þórhallur Jóns sem í 3. sæti. Gunnar Karl Vignisson í 4. sæti. Og Gunnlaugur Ásgrímsson, rallydræfurinn sjálfur, komin í 5. sæti hérna. Hákon Jökulsson í 7. sæti. Ég sagði ykkur að þetta myndi hrista svolítið upp í keppendum. Gruna að þetta myndi breyta því aðeins hver er bestur þegar dekkjunum er breytt. Já. Hver baði að slökkva? Enginn. Patrik Magnússon í 7. sæti. Fenrir Ponsi sem tekur 8. sætið. Það er ekki alveg örglega búið með. Ég var búið með hana. Hætti þessi. Alexander Hauksson, hann í 9. sæti. Arnar Kristjánsson í 10. sæti. Ég tvíklikkaði. Óvart. Svona. Þarna. Hinrik Haraldsson í 11. sæti. Þetta er rosalegt gridd búið að vera. Jæja. Alex Jóhansson í 12. sæti. Stefán Margrétarsson í 13. sæti. Og Bjarni Sigursson í 14. sætinu. Hvar er hægt að betta á þetta? Hvergi. Við þurfum að vinna í því. Er einhver að búa til svona bettstöf á þetta? Er einhver að gera það? Það myndi setja svaka spennu í þetta. Svakalegt fjör. Hvað heitir Twitch-rásin? Twitch-rásin heitir Aðalbón. Það er sko þessi. Já, sem sagt Aðalbón Racing Team er ekki gitcheckandi að vinna að segja þetta á YouTube. Þú sérðu þetta ekkert af það. Nei, ég er áttam á þessu núna. Aðalbón Racing Team. Það er það sem þú þarft að skrifa. Bon Racing. Núna við. Já, warm up, alveg rétt. Þú veist, þú skrifaði ég bara eitthvað tómt kjaftaði þannig. Jæja, skiptir ekki máli.
Í smástund fór mig alveg skýta hrollur að ég held ég væri bara búinn að missa af startinu og ég sá allt í einu bara bíla vera að keyra. Ég var nei, nú er ég búinn að skýta á mig. En nei, það er ekki svo slæmt. Þetta er bara upphitun, kæra fólk. Við erum bara kepptir að leika sér eitthvað. Getum bara á most exciting og fáum upp svona tagg hvernig við erum að horfa á. Leifum svo bara iRacing að sína okkur eitthvað skemmtilegt. iRacing velur bara hvað við ætlum að horfa á og hvað við ætlum ekki að horfa á. Fáum upp track mapina líka. Hvað er Þórhallur Jónasson gamall? Ekki hugmynd. Bara ef einhver í chatinu veit hvað hann er gamall. Spit it out, please. Ég ætla að segja við ykkur það var Gunnar Karl sem vann fyrstu keppnina, svo var það Þórhallur sem var í öðru seti og Aron Breki var í því þriðja. Svo Sigurgeir og svo Hákon. Þannig að Gunnar Karl vann fyrstu keppnina. Sjáu til að Gunnar Karl er núna get ekki eftir result sem hérna bara fæ ég þá en ég vil vel bara qualify fæ ég það upp nei ok, en ef ég gerir svona nei allt í lagi. Með minnir Jæja, nú fyrir þetta alveg að gerast. Set ég allt á réttan stað hérna. Allt snúið eðlilega og eins og á að gera. Þórhallur er 53 ára. Nei. Ég held ég hafi hitt hann sko. Ég man ekki eftir að hitt 50, hann getur enda vel verið, ekki það, þú veist. Hann Karl var 53 ára sko, ég kemur ekkert óvart ef hann væri 53 ára, ég held að hann sé ekki, ég held að Arnar má sé bara eitthvað þvæli sko. Ég hef ekki hugmynd það sko, en ég ætla bara að gíska á það sko. Herðu, jæja, við erum komin á rás, línuna. Fáum upp driver, tagg, breytum við yfir í gap. Zoomum hérna á hann Aron Breka. Sigurgeir. Fáum okkur einhver aðra kameru líka, getur við gert það? Og það er bílinn hjá Aron Breka, bílinn hjá Sigurgeir. Wow. Ó, ég er að fljúga þessu. Hákon er komin upp 1 sæti strax. Að fá þetta rétt, takk fyrir þarna. Allt nokkuð eðlilegt inn á toppnum allan. Hákon og Patrik er komin fram úr Gunnlaugi, eittur og núna strax.
sem situr núna í 7. sæti og hérna sjáum við Gunnar Karl að reyna að tróða sér eftir liðsfélaga sínum. Patrik er núna komið fram úr Hákon eða hvað, nær hann að halda því? Já, Patrik er nær að halda því. Patrik er strax á fyrsta hring í fyrstu beigunum komin upp 2 sæti. Hérna fremstur er Aron Breki fyrir jarðíturnar. Þórhallur í 3. sætinu með mikla pressu þetta beint fyrir aftan sig. Það er hákarlar að hamast í honum og allir reyna að komast fram úr. Og meðan sigla Sigurgeir og Aron Breki í burtu. Og hérna er Fenrir líka að gera sig vel sýnilegan. Gunnlaugur missir bílinn. Var snerting þarna eða hvað? Gunnlaugur situr hérna fast fyrir honum. Alexander. Arnar Kristjánsson kom með kjötbolluflagg. Bjarni Sigurðsson að koma sér upp sæti, nær að stinga sæti fram úr Stefáni Freyr. En hérna erum við að horfa á fremstu menn. Á við Aron Breki og Sigurgeir strax byrjar að mynda gott bil yfir í Þórhall. Ein og hálf sekúnda bara aðskilja annað og 3. sætið. Hér er Sigurgeir alveg ofan í diffusernum á Arni Breka. Reyna að komast fram úr og hér er Fenrir að gera allu að Hákoni og nærinn að koma sér fram úr. Er núna þægilegri stað allir að fara inn. Hákon reynir allt, reynir að hóta honum eins og hægt er. Það er ekki hægt að aftur á Fenrir ponsa lengur. Það er ekki hægt að ræða hann. Hákon er bara búinn að ræða sjálfan sig og komin í tómt rugl hérna. Og er að missa fram úr sér. Gunnlaug hörku bara þetta er það sem ég var að tala um. Ég var að búast við ykkur svona. Ég var að búast við að menn myndi missa bílinn og vera óvanir því sem er að gerast og það er nákvæmlega það sem er að gerast. Það er Alexander Hauksson með liðsfélaginn sem fyrir aftan og Geitin Hinrik. 10. sæti. Já, Hákon stingur sér fram úr. Hver er að falla þetta niður listan? Það er Gunnlaugur. Bíllinn hans virðist að vera heill. Bíllinn hans virðist að vera heill. Hér er stutt á milli. Bílið komið í 2 sekúndur frá Þórhalli yfir í Aron Breka. Það er 1,5 sekúnda ennþá í Sigurgeir. Hér er Hákon komur aftur upp í 7. sæti. Já, aftur, hann er í 7. sæti ennþá. Það var einhver að lemja limiterinn. Stefán Freyr. Hann hefur vitað að við varum að horfa á. Já, það þarf að vera ís í æðanum á Þórhalli. Hann er þetta með aðalbón liðið það eftir sér að hamast og reyna allt sem þeir geta. Komið gras og drulla hérna í brautina. Patrik Magnússon rétt fyrir aftan liðsfélaga sinn.
Gunnlaugur Ásgrímsson sem hefur fallið mest niður hérna sætin, komið niður í 12. sæti, komið niður 7 sæti, hvorki meira en minna, en það Bjarni Sigurðsson sem er komin upp 4 sæti í keppninni. Sittur hæstur hérna með það. Alex Jóhannsson að berjast hérna við nýju dekkin. Bara þetta Stefán Freyr, fyrirgefi, Bjarni Sigurðsson og Gunnlaugur. Það Gunnlaugur sem að fá að komast hérna fram úr. Stefán Freyr bara þokkalega rólegur hér. Þá fyrir við að horfum á Gunnar Karl og hérna á toppana. Fremst eru eru tæpir hérna. Sjáu það, mér finnst allan mjög augljóst hvað bílarnir haga sér allt öðruvísi heldur en þeir gerðu áður fyrir. Það bara þeir keyra öðruvísi, þeir eru að keyra allir með mismunandi línur en ná að halda saman. Sjáu þið, það alla frá Patrik. Enda þeir strax farnir að missa frá sér Þórhall. Þórhallur getur anda aðeins léttar að byrja að gera sókn sem hann byrjar nú þegar að gera. Sigurgeir Lúðvíksson kominn 700 millisekundum frá Árni Breka. Nú fer að dreifast aðeins úr mönnum. Gunnlaugur kominn fram úr. Nú við Alex að fá á sig svart flagg. Það að reynsa það eitt af sér. Sjáu þið Gunnar Karl alveg kominn þetta ofan í Þórhall. Skulum sjá framúraksturinn hjá Gunnli. Hann næri svo draftinu. Nákvæmlega svoleiðis. Hákon í 7. sæti, AH Racing. Fenrir rétt fyrir framan sig. Já. Þéttara verða það ekki heldur en hér. Gunnar Karl Vignisson algjörlega búinn að soga sig ofan í Þórhall og búinn að sparka Patrik burt frá sér. Leiðum maður þarf ekki að keyra varnarakstöð, það var ágjörða manninum fyrir aftan sig, þá getur maður keyrt miklu grimmara og haldið sér í keppinautunum fyrir framann og Gunnar Karl að keyra örlítið 300 af sekundur hraðar heldur en Þórhallur hefur gert á sínum besta ring. Það síðasta ringurinn hans Gunnars. Þannig að hann í öskrandi sókn hérna.
Jæja Gunnar, nærðu drafti hér. Sveiflu myndalinn hérna yfir brautina. Rosalegt motion of travel á þessari myndal. Það er juicy að vera með svona sjálfvirka myndalar upp á kvartbílbraut. Bara læstu þig á Gunnlaug núna. Læstu þig á þennan. Það væri rosalegt, það verður rosalegt. Það verður potti takt í daginn. Ef þið vitið ekkert hvað ég er að tala um, þá er ég að tala um kappakstur á YouTube. Finnið þið bara YouTube á svona kappakstur. Fylgist þið með. Sérstaklega á sumrin. Ja, Gunnar Karl. Hann er í 200 millisekundur. Hann er sko að líma sig ofan í hann. Hendum okkur upp á bíl hjá honum. Patrekur starta fyrir aftan hann. Ég er að missa einhverju spennandi stöfi fyrir Hinrik Haraldsson og Gunnlaugur í baráttu. Gunnlaugur að stinga sér fram úr Hinriki og Hinrik ekki með neitt til þess að verjast því. Eða hvað? Kemur hann hraðar inn á beinakafla hérna og nær hann að soga sig aftur ofan í Gunnlaug. Nei, ekki svo gott. Þetta er Hákon með Fenrir beint fyrir aftan sig. Fyrir framan sig, ekkert svona sko. Hann er beint fyrir framan hann. Algjörlega sikkur línan hérna í gegn. Það er aðeins þetta, meira þetta yfirkeyra bíluna eftir breytingarnar. Sjáu hvernig Hákon fer út úr draftinu og inn í að það aftur. Veit ekki hvort að það sé viljandi gert með til þess að slíta draftið. Hafa meira downforce á bílnum eða hver pælingin þar er. Sjáu þið hvað Fenririnn er að vera að lausa aftan á þess að tapa ykkur mjög miklum tíma. Bílinn er að róteta mikið, sjáu þið hérna. Hákon finnur tækifærið alveg eins og við. Og hvað? Fenrir er með innri línuna sem er talsvert þægilegri línan til þess að fara þetta inn, en Hákon gæti náðu meira endarhraða leiðinni hérna út. Ekki svo gott. Ekki svo gott. Hefur Hákon tækifæri til að reyna hér aftur? Já, eða hvað? Nei, hann er bara að sína sig. Aðeins að reyna að hræða Fenrir. Setja á hann pressu. Fenrir er svo fantagóðu exit hérna út. Fantagóðri út línu. Línu hér út. Fantagóðum hraða hér út. Eitthvað svo leiðis. Jæja. Þórhallur minnir þig svolítið á Tyrion Lannister. Ég held óska þess að ég vissi hver Tyrion Lannister er, en ég elska underdog stories, það er alveg klárt mál. Hann er ekki 53 ára sko, hann lítur allan ekki út fyrir, ég man núna, ég er að muna eftir feysinu á hann er ekki 53 ára sko. Hann er það ekki. Hann er kannski 43 ára, en hann er ekki 53 ára. Það er alveg, veist,
Ég ætlar að trúi þér ekki fyrir að hann segir það. Ég skal trúa honum þegar hann segist vera 53 ára. En núna man ég eftir honum. Ég held þetta væri annar strákur, sko. Svo núna veit ég að þetta er... Ég man eftir honum. Ég man eftir honum þegar við vorum með lokahófið síðast. Hann er ekki 53 ára. Hætti þessu. Ég sé ekki, það skiptir okkur máli hvort það sé 53 ára eða 63 ára... 23 ára, sko, en... Hann er ekki 53 ára. Það er verið að bulla í þér. En það er allavega ís í æðunum á honum, það er alveg klárt mál. Þórhallur Jóns hérna með Gunnar Karl fyrir aftan sig, búinn að hrista burt frá sig og núna bara í æpandi sókn á sigurgir, komin niður í 0,7 sekúndur eftir honum. Það líður ekkert á löngu, hann glöði fáum að sjá baráttu. Sjáu þið hvað hann bremsar talsvert seinna, hann grændi 100 millisekundur. Já, ok, hann tapar í á leiðinu út aftur. En Hákon Jökulsson, hann er í sókn aftur á Fenrir. Hérna rétt fyrir aftan. Fenrir að keyra fanta vel. Hákon bremsar seint. Þetta hélt ég myndi fara illa. Hákon bremsaði talsvert seinna en Fenrir. Endaði þetta næstu í aftan á honum. Fenrir náði að losa sig við hann allan frá sér. Gunnlaugur sem var 7 sætum neðar en hann byrjaði. Hann byrjaði í 5. sæti og er núna í 9. sæti. Hörru, hvað er að gerast? Gunnar Karl. Já, guð, ég held að allt var horfið til fjandans. Þannig að það er bara Gunnar Karl farin inn í pitt, hann að ná sér í bensín. Já, Gunnlaugur Ásgrímsson kominn, hann var 7 sætum niður áðan. Hann kominn aftur upp 5 sæti, svo staðir hann núna. Það er alltaf Gunnar Karl sem var að klára pittin sem verið rétt fyrir aftan hann. Hann með Hinrik Haraldsson beint fyrir aftan sig. Endilega hafa hann einar stóra áhyggjur á honum, en hér er hins vegar Fenrir með Hákon fyrir aftan sig. Eflaust með einhver áhyggjur á honum. Hann alltaf einhver áhyggjur til að hafa. Hákon grimmur stingur sér hérna innan á, nær ekki græða neitt á því nema þá bara vekja athygli á sér og það er nóg til þess að hræða Fenrir til hliðni. Núna er hann að stinga sér samhliðunum en Fenrir er ennþá með innri línuna. Hákon græðir rauninni ekkert á því þarna. Svo Hákon situr ennþá fyrir aftan hann en hann er búinn að vekja vel athygli á sér. Fenrir alveg mjög kaldur í höfðinu, skulum við segja. Ískaldur, er engar áhyggjur af þessu. Hér er bara eins og kóngur. Sínum fjólubláa bíl. En hér stingur Hákon sér vinstra megin við hann og er að hvað, já, gera sér líklegan, reyna undercut. En það dugar ekki. Hann er algjörlega klístraður ofan í hann hérna. Skulum henda okkur inn í bíl og missa
hvað gerðist. Jæja. Ég veit ekki hversu miklu ég misti af það reitt, ég veit ekki hvað gerðist. Ég sá bara alltaf svartan skjá þarna lengst til hægri, en hérna barátta. Hákon að stinga sér utan á Fenrir. Fenrir grjótharður að heldur sér utan á. Með að halda sér í línu bara vel, en hérna Hákon með innri línuna og nær að koma sér fram úr loksins og setur liðsfélagann fyrir framan inn. Sigurgeir Lúðvíksson dundrar sér inn í pit. Með að Fenrir heldur áfram að elta Hákon. Segir mér að þessi svarti skjáur hafi verið hann í smá stund. Segir mér það. Nei! Það er árekstur! Fenrir keyrir aftan á Hákon. Fenrir keyrir, mölbrýtur afturdekka Hákoni og Hákon er að limpa hér til. Æ nei, ó nei. Hér er allt í drasli. Hákon lætur draga sér í pit. Fenrir virðist bara hafa horfið og Bömmurinn hefur farið með hann alveg í keng og hann er bara farin út. Hér er Hákon farlama. En á meðan er Gunnar Karl í æpandi sókn á hann Þórhall. Þvílíkt. Hákon komin inn í pit. Aron Breki núna komin inn í pit. Sækir sér dekk. Já, sækir sér bensín allan. Ég veit ekkert dekkin. Hákon. Hákon ekki að nota fast repair. Það segir mér að Hákon hafi ekki verið með kveikt á fast repair hjá sér. Sé núna í hægri viðgerð bara. Það er agalegt fyrir Hákon. Hér á sama tíma Gunnar Karl. En þá er hann að komast fram úr honum eða upp að honum. Þórhall Jóns. Nei. Nei, hann er ekkert ennþá að reyna það. Ættu þessu. Þórhallur fór í pit. Kemur út úr pitinum. Og er með Gunnar Karl þetta rétt fyrir aftan sig. Það er svoleiðis. Þórhall er á betri hring. Besti hringurinn hans Þórhall er hann er 40 millisekundum hraðari heldur en hjá Gunnar Karl. Patrik er í fyrsta sætinu. Patrik er ekki búinn að taka neitt pit. En hástökkvarinn í dag hérna, Gunnlaugur Ásgrímsson, kominn upp 2 sæti. Hann var niður 7 sæti áðan eftir fyrstu 2 hringina. Núna er hann kominn upp 2. Það er áhugavert hvar hann lendir, hann kemur út úr pitinum. Svo er það Hinrik Haraldsson líka. Kominn upp 5 sæti núna, en það er bara eins og staðan núna. Það getur allt breyst þegar það kemur út öryggisbíll. Þá getur allur fjandinn breyst hér. Öryggisbíll sem er að koma út akkurat núna, já. Allir keppendur fara núna að sanga sér saman. Og það er Patrikur mér fremstur. Er ekki með eitthvað svona pit info dæmi. Svona, já, þarna getið þið skoðað hérna stöðu keppenda í pitinum. Þeir sem eru búin að taka pit. Þeir sem eru ekki búin að taka pit. Talan sem er þetta fremst merkir hversu oft er að fara í pitinn.
Og hvað þið voru lengi á pit svæðinu án stops. Án stops. Áhugavert. Á pit svæði stopp í 7 sekúndur. Hákon sjáu þarna stopp í 176 sekúndur. Fenrir stopp í ennþá 273 sekúndur. Fenrir hunskast út úr pittinum. Haltu áfram, þetta ekki búið. Ég alveg að berjast við það að finna út hljóðið eitthvað að klikka. Já, hann Þórhallur sko ekkert að klikka. Tjekka ég þetta. Ég ætla hann að restarta öllu hljóðtengdu hérna hjá mér. Patrik hérna í fyrsta sæti. Eins og staðan núna. Aron Breki í öðru sæti. Í raun og veru Aron Breki að leiða þessa keppni. Fenrir, þú varst að standa þig brjálæðislega vel þrátt fyrir að vera lítið afður. Það skiptir engu máli, haltu bara áfram, út á braut, let's go! Þó þú hefði verið næstu búin að klessa á Hákon, þá varstu líka búin að halda Hákoni fyrir aftan þig heil lengi. Þannig að go, 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 ekkert kjaftaði. Þetta skýtur skeður, skilur, maður gerir mistök áfram gakk. Og segir bara við fyrirgæðu að Hákon eftir á og það var allt í góðu. Hér allir að negla sér inn í pit. Þeir ágætist tími til þess að fara inn í pittin. Nýta öryggisbílinn í það. Við höfum ekki fengið áður hérna. Það er alltaf allir einhvern veginn verið búin að klára pittin sinn. Eða flestir, skulum við segja. Og raðar Ærising einhvern veginn öðru sig upp. Búin að retæra. God damn, god damn. Já, næstu búin að taka hún út svona 5 sinnum. En það er ekki búin að því. Við sáum allavega einu sinni sem þetta var hrikalega tæft. Þetta er bara áfram. Í mestalagi hefur átt að slaka aðeins á. Mestalagi. En fyrir okkur sem að heima sitjum, þá vildum við bara fá meira. Bara sem meiri kapastur. Henrik hérna í 9. sæti. Ærising eitthvað að segja að svissa sér til. Nú er Patrikur Magnússon komin í 11. sæti. Fyrir öryggisbílinn. Og er hann bara að fara að sitja þar eða? Hann er komin niður 4 sæti síðan yfir tímatökunni. En af hverju hann fyrir aftan Hákon? End of line penalty. Hann fekk end of line penalty. Hákon, end of line penalty. Ég veit ekki af hverju þeir eru að fá EOL. Hvaða formúlu kappi væri Þórhallur? Já, nú veit ég ekki, sko. Mér finnst bara besta underdog-sagan alltaf vera... Nei, ekki spyrja mig maður, ég veit ekkert hvað er að tala um. Ég veit ekki neitt formúluna, ég veit meir formúlu 4-deildina heldur en formúluna, sko. Jæja, fyrsta sæti, Aron Breki. Vistu að Patrikur var rekinn aftast.
Ég veit ekki hvað, hann allan búinn að fara í pittin sinn. Það sennilega bara málið, hann fór í pitt og þá rekinn aftast. Grimmt dæmi að koma út akkurat á þannig tíma en svona þetta bara menn læra því. Við erum að fara 1 hring í viðbót hér. Það er öryggisbíl. Og svo fallegur runið að bílum. Niki Lauda, svipaðar í útliti. Nei. Aha, nei. Fyrra eftir. Það er eins gott að þú sért vinur hann, sko. Það er eins gott. Þið þurfa eiginlega að vera bara bestu vinir. Gunnleifur Ásgrímsson, rallykappinn sjálfur í 8. sæti. Komur 3 sæti niður fyrir það sem hann var með en Stefán sem er nú eins og staðan er núna hástökkvari dagsins komur 7 sæti upp. Hóf keppnið þá í 11. sæti, 12. 13. Jájá, 13. sæti og er núna spakur í 7. sætinu í race restartinu eftir öryggisbíl. Hann er að keyra fyrir Rúpesliðið. Nú styttist í að öryggisbílinn fara inn. Sjáum að ljósið farið af honum hérna. Aron Breki er að leiða þessa keppni. Hann er að verma dekkin sín hér. Það er svona við það að setja hann á hlið. Þetta nú við. Er þetta Fenrir? Kominn aftur. Út með þið, drengur. Út með þið. Ó. Jæja. Það mátti vona. Jæja, við erum komin á stað, grænt, Aron Breki fremstur, hann með Þórhall Jóns beint fyrir aftan sig og hérna er öryggisbíllinn. Gunnar Karl sem situr í 3. Og hér eftir restartið, endurrensinguna fyrirgefið, er engin breyting á. Stefán Freyr tekur vel seint brems hérna og stingur sig fram úr Alexander. Stefán Freyr komin upp 8. sæti og situr núna í 5. sætinu. En þetta er þvagan fremst. Aron Breki er í mikil hættu, hann þarf að verjast hérna í vel rúmlega 20 ringi. Þessum hann mögur með Þórhall og Gunnar Karl og Sigurgeir Lúðvíksson algjörlega á höttunum á sér og hér er Stefán Freyr að Nei! Stefán Freyr snýr bílnum akkurat þegar ég segja hann sé að ganga vel. Það er kommentatorskursið, gamla góða fjandinn hafið það. Fjandinn. Stefán minn, sorry. Stefán Freyr kominn í 10. sætið og spennan hérna fremst. Hún er ennþá. Allir þessir bílar 4 gætu verið í 1. sætinu.
Og Alexander Hauksson í 5. sæti hér með rallymeistarinn eftir sér. Og hvað gerir rallymeistarinn hér? Alexander skilur eftir galop fyrir hann og rallymeistarinn stingur sér inn. En Alexander er með innri línu hér. Nær Gunnlaugur að nýta hraðan. Nei. Það dugar ekki. Hérna sjáum við Gunnlaug reyna að fara fram úr Alexander og nær að koma sér hér fram úr. Ájá. Skilur eftir rétt nóg pláss fyrir Alexander, þannig að Alexander nær að vera þarna með. Og hér ætlar Alexander að reyna að taka á honum sætið sitt aftur. Grjóthörð baráttu hérna milli þessara tveggja. Alexander ætlar ekki að gefa þetta. Eru samhliða hér með þvögu og eftir sér. Hér er verið að gera allu í 3. sæti líka. Hér er Alexander undir mikilli pressu. Sama og Aron Breki er raun og þú verður að díla við, en Aron Breki er aðeins að losna við pressuna því að Gunnar Karl er að setja svo mikla pressu á Þórhall. Hérna reynir Gunnar Karl. Já, nei, hann reynir ekki, hann sýnir sig bara vel. Það verður að láta Þórhall gera mistökin. Og hérna beint fyrir aftan. Alexander Hauksson leiðir þvögu nr. 2. Og hér er Hinrik Haraldsson geitinn. Hann er að reyna að koma sér fram úr Gunnlaugi. Það er pressa. Patrekur Magnússon. Hann er eitt sæti niður frá því sem hann byrjaði. Hinrik Haraldsson er 4 sæti upp og Alexander Hauksson er líka 4 sæti upp. Patrekur með pressuna á Hinrik. Alla pressuna á hann. Patrekur kemur sér hér fram úr. Og hvað er að gerast? Hinrik er að missa Hákon fram úr sér líka. Hákon alltaf búinn að vera að berjast topp sæti hér. Áður en hann fékk Fenrir aftan á sig. Gunnlaugur og Alexander er ennþá í sinni baráttu. Alexander er farin að keyra svolítið varnarakstur hérna. Gunnlaugur að reyna allt sem hægt er. En hérna fremstur er Aron Breki, aftur búinn að mynda 1,5 sekúndu í bíl nr. 2 sem er Gunnar Karl núna. Misti ég bara af því? Hérna stingur Gunnar Karl sér innri og nær að læsa sig fram úr. Pressar Þórhall út. Virkilega vel gert. Mistum klárlega þessu. Gunnlaugur og Alexander léttri baráttu. Gunnar Karl komin upp 2 sæti, Sigurgeir fallir niður 2 sæti. Alexander Hauksson komin upp 4 sæti, mest af öllum í það.
Hann ætlar að reyna að halda því þannig. Gunnlaugur hins vegar, grjótharður bílstjóri, að ná vel góðum tökum á þessum formúlubílum eftir að hafa keyrt bara á möl og malbyggi á rallybílum í mörg ár. En að sýna það að hann kann alveg að gera bíla og þeir sé með vangi og hérna stingur hann sér innri. Alexander á í rauninni ekkert í þetta og Gunnlaugur kominn fram úr örugglega. Þá Alexander að fara að berjast við Patrik Magnússon. Patrik Magnússon að keyra fyrir Aðalbón Racing. Patrikur hóf keppni í 7. sæti þar sem hann situr nú þegar. Nú þarf Alexander að gera allt sem hann getur til að halda þessum dreng fyrir aftan sig. Hann nú með Hinrik, nei fyrirgefið, hann með Hákon hérna rétt fyrir aftan. Þá svo að Hákon sé hring á eftir. Þá hann með Hákonana til þess að hjálpa sér. Hákon gæti reynt að setja pressu á Patrik við að reyna að tróða sér fram úr honum til þess að gefa Alexander smá andrumsloft. Baráttan á 3. sætið er eins og grimm en þá þetta er í rauninni baráttan á 2. sætið. Þeir eru hérna klístraðir ofan í Gunnar Karl. Það eru 2 liðsfélagar hérna í mikilli baráttu. Aðalbón Racing. Sjáið þið þennan. Patrikur nær að stinga sér innri. Nei, nær ekki að halda því. Þórhallur og mistök í sömu setningu. Góður. Sjáu hérna Þórhall. Sækir á, kemst ekki fram úr. Sjá nú Patrik, sömu beygju. Það er að soga sig ofan í Alexander. En ekki mikið meira það. Hinrik Haraldsson hér í 8. sæti, bara að missa á dálítið frá sér. Og nú er Arnar Kristjánsson farin að sækja á Hinrik. Jæja Hákon, settu nú pressu á Patrik. Losaðu Alexander við þennan. Ja, við sína pressu, ef þú setur pressun á hann þá lostar Alexander við pressun á sig. En mér sýnist þessi pressa ekki vera að fara neitt. Patrikur gerir sér vel sýnilegan hérna. Alexander ullir mikil pressu. Nú er Patrikur með innri línuna á Alexander. Og Alexander getur ekki reynt að gera neitt nema að taka undir og yfir á hann. Og Patrikur er bara kominn fram úr. Þeir fara hérna inn beinagaflan. Og Alexander ætlar að taka innri. Patrikur lokar grimmur. Lokar strax. Virkilega vel gert hjá Patrik. Heldur innri línu hérna inn í fyrstu beygju og það tryggir svolítið fyrir honum að halda þessu sæti. En Alexander er ekki búinn. Hann ætlar að halda áfram að reyna. Hann stingur sér innri, hann snertir ekki, þeir slæta. Alexander er góður, Alexander heldur sér á innri en núna Patrikur innri línuna og þeir fara saman samhliða hér í gegn.
klistraðir saman ofan í hverjum. Alexander á undan, Patrikur, sjá einhver bíllinn slætar. Alexander missir afturendan og snýst. Alexander snýst og Patrikur kominn fram úr. Alexander fellur niður listan og í 9. sæti núna. Hinrik hirðir 7. sætið og það Patrikur sem situr nú í 7. sæti með Hákon á eftir sér, en Hákon í 12. sæti, svo það engu að tapa þar. Arnar Kristjánsson að sækja á Hinrik. Einhver að gera einhverja klippu og eitthvað. Jesus. Skulum við kíkja inn á toppsætið. Það er Aron Breki sem leiðir keppnina. Hann ekki búinn að stækka bilið, hann enda í 1.7, 1.8 á undan hinum. Það er Sigurgeir og Gunnar Karl sem elta hana. Sigurgeir sem í 3. sæti hérna á fjólubláa bílnum og að elta Gunnar Karl. ...25 hringir af 41 búnir. ...16 hringir eftir. Náði ég að reikna þetta. 16 hringir eftir. Juicy kappakstur hérna framöndan, kæra fólk. Það er Arnar Kristjánsson sem að sækja á Hinrik. Og það er Sigurgeir Lúðvíksson sem að hangir hérna í Gunnar Karl og ætlar ekki að hleypa hann neitt. Sigurgeir á betri besta hring og síðasta hring. Spurning hvort að Sigurgeir sé að detti eitthvað gír hérna, hann á að spara dekkin betur eða eitthvað svoleiðis. Gunnar Karl hefur nú verið þekktur fyrir það að spara dekkin vel. Hérna Arnar Kristjánsson að ná að stinga sér fram úr Hinrik Haralds. Hvað gerir Hinrik? Ætlar hann að svara? Nær hann að svara? Stingur sér aftur fyrir aftan. Hann reynir að hræða hann frá. Það dugar ekkert á Arnar Kristjánsson. Hann eiginlega með uppáhalds lífrið mitt í það líka í dag. Skrans. Jöfull nenni ég ekki að gera þetta livery, stóð eitthvað. Mér minnir að það hafi staðið, nákvæmlega það. Jæja, Þórhallur Jóns í 4. sæti, rétt fyrir aftan Sigurgeir Lúðvíksson. Á fjólubláa bílnum og hvíta bílnum Gunnar Karl. Besti hringurinn hans Hinriks hraðari heldur en hjá Arnar Kristjánsson. En núna síðustu hringi hefur Arnar Kristjánsson einfaldlega verið að keyra hraðar. Hinrik ábergi roð í hann rúmri sekúndu hægari heldur en Arnar. Spurning hvort að þetta séu dekk. Þeir eru jafn lengi í pittinum samt, svo spurning bara hvort að Hinrik hafi skemmt dekkin sín meira eða hver sé ástæðan fyrir þessu. En hérna aðeins að teygja lopin hjá þessum toppnáungum hér. Aron Breki búinn að stækka bilið upp í tæpa 2 sekúndur. Hann er varla búinn að stækka bilið samt. Hann er búinn að stækka kannski einhverja 100-200 millisekúndur. Á sama tíma hefur bilið breyst örlítið hérna frá honum Gunnar Karl yfir í Sigurgeir og frá Sigurgeir yfir í Þórhall.
Jæja. Ætlar að Sigurgeir að gera eitthvað, ætlar Þórhallur að gera eitthvað. Þórhallur er nú komin aftur þetta inn í samræðina. En gerir Hinrik Haraldsson hins vegar líka. Hann er ekki búinn að missa Arnar Kristjánsson frá sér, heldur betur ekki. Og hérna er Hinrik að koma sér samhliða Arnar Kristjánsson. Arnar Kristjánsson á innri línuna núna. Og Hinrik ætlar bara að hliðina á honum, setja pressun á. Þetta var ekkert það sem við vildum gera. Já, Hinrik ætlar ekki að missa hann frá sér. Maður ekkert í neiði æpandi sók heldur. En hann heldur hann bara í kringu sig. Það sama er að gerast þetta í öðru, þriðja og fjórða sætinu. Bara þétt saman. Snúa bögum saman. Þeir standa þétt saman. Þeir snúa bögum saman. Þórhallur, Sigurgeir Lúðvíksson og Gunnar Karl. Ó, Sigurgeir! Stingur sér innri! Verður pínlítil snerting þarna! Ekkert til þess að skammast yfir held ég. Sigurgeir Lúðvíksson nær að stinga þetta fram úr og Gunnar með innri línuna á hann og á fullan rétt að vera þar sem hann er. Þórhallur fylgist bara grannt með og ætlar að hirða. Ó, Gunnar Karl hendi sér vítt þarna. Forða á snertingu, sjáið Þórhall soga sig upp að Gunnar Karl nær að halda öðru sætinu. Sigurgeir gerir verðu atlegu þarna að honum og Þórhallur eins og ég segi fylgdist vel með og vonaði að allt myndi fara illa hjá þessum drengjum. Nú eru svo þétt saman hann í gegn. Woo! Og Þórhallur núna komin í árás á Sigurgeir. En Sigurgeir lætur eins og sé ekki verið að ráðast á sig og ætlar bara í atlegu á Gunnar Karl. Sjáu þið hérna, Þórhallur. Nei, ekki neitt. Ég er að fara á límingunum hérna. Ég er að slíta í sundur úr spennu. Koma svo, Þórhallur! Eins og Guðmundur Mette segir hérna. Mette? Mette? Og hvað ég geta farið alveg sikkura línunar. Þórhallur minnir mann á veiruna skæði. Brellin og bröndóttur maður. Ó, sjáið Þórhall. Hann er að bíða eftir tækifærinu. Minn tími mun koma. Það rétt fyrir aftan er Hinrik ennþá klístraður ofan í Arnar Kristjánsson. Það er ekkert að sleppa honum neitt frá sér. Alveg svo er að gerast þetta með
4., 3. og 2. sæti. Hringir eftir, kæra fólk. Ég hef fulla trú á því að þetta hérna sé að fara að gerast næstu 10 hringina. Þessi barátta hérna 2. sætið. Nær Gunnar Karl að halda þessu, setið veðmálinn í gang. Hvað gerist? Jæja, kæra fólk, nú Þórhallur byrjaðar með stælana, sko. Nei, bittu nú við, hvað var þetta? Það verður einhver smávæli snerting þarna á milli. Sjáum þetta aftur. Þórhallur tekur smá svona að dippa sér aðeins til hægri, smellist utan í Sigurgeir, fellur niður í 3. sætið, baráttan hérna fremst, alveg búinn, kæra fólk. En við erum eins og alveg ennþá með baráttu hér. Hinrik Haraldsson er að reyna að komast fram hjá honum. Arnar Kristjánsson er búinn að keyra hörku varnarakstur síðan hann komst fram úr Hinrik, en Hinrik er búinn að reyna líka allt sem hann getur. Jarðíturnar hér. Versus Skrans. Guðmundur Metti segir Þórhallur minnir mig núna á Verstappen. Já. Ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið Verstappen move, en þetta var óvart, skulum við segja. Hann tekur þetta smá svona, hann beygir aðeins til vinstri. Mögulega var bara bíllinn hans byrjar að renna þarna sem við sáum ekki til. Hann tekur smá dífu út. Verður til þess að hann keyrir þarna utan í Sigurgeirinn okkar og vippar hann með burtu frá sér. Stíkur sér fram úr. En þá er öll baráttan sem við ætlum að fara að fylgjast með, hún liggur hér. Hinrik fyrir aðeins og snemma á gjöf þarna. Vissir hann vel frá sér. Skulum við sjá hvort að þetta virki. Það er Gunnar Karl sem myndi halda áfram að leiða þetta mót ef að keppnin myndi fara svona, en Aron Breki hins vegar væri 1 stigi frá Gunnari Karl. 1 stigi frá Gunnari Karl í mótaröðinni sjálfri. Það væri ofboðslega magnað ef þetta myndi fara nú bara svo, en Gunnar Karl er þetta rétt fyrir aftan. Já, rétt fyrir aftan segi ég, það eru tæpar 5 sekúndur í Aron Breka. En að tek þetta nú tilbaka. Aron Breki nokkuð öruggur svo lengi sem hann gerir ekki einhver stórvæli mistök hérna. Það er Aron Breki sem er þá að hoppa upp 1 sæti í deildinni og er að taka fram úr Þórhalli. Og Þórhallur og Sigurgeir hérna sem voru í sinni baráttu.
Hákon einungis bara fá 9 stig þótt þessari keppni myndi sitja þarna með 29 stig rétt á örnir undan Arnari Kristjánsson sem væri þó að hoppa upp 3 sæti ef hann kláraði það sem hann í dag. Patrekur Magnússon myndi hoppa upp 7 sæti ef hann var að klára í sætinu. Ef að keppnin fyrir svona þá er þetta stiginn og top 10 allavega. Þá set ég á sjálfvirka stillingu hérna og við bara sitjum og lifum ærising að velja eitthvað spennandi að gerast fyrir okkur. Þórhallur sagðist alltaf taka hann gæja út fyrir keppni. Man of his word. Ég meina hann allan gerir það sem hann segist alltaf að gera. Það er töff. Það er töff. Arnar er búinn að stækka bilið hérna í 200 millisekundur í hann Hinrik. Ég finnst ég alveg sjá það langa leiðir að bílarnir haga sér allt öðruvísi á brautinni eftir nýja uppdatið. Þeir bara einhvern veginn líta öðruvísi út hvernig þeir slæta og renna til. Það verðist að vera allt annað tæki að eiga við. Með gott, það var þannig að maður mátti ekki renna smá, það voru dekkin ónýt næstu mínútuna, eða 2. Núna getur þú slætað svolítið til að þess að steikja dekkin bara nú leitni og eyðileggja alveg strax. Arnar er búinn að bæta tíman ennþá meira, komin upp í 600 millisekundur frá Hinrik, búinn að hoppa upp bæta 200 millisekundur við þessar 200 millisekundur sem ég talaði áðan, þannig að Arnar er nokkuð. Já, hann er að hrista eitthvað sjálfsöryggi á honum Hinrik. Endum okkur inn í bíl hjá Arni Breka og sjáum hraðan ring. Hérna sjáum við Alexander Hauksson. Hann er í sóknin á hann Stefán Freyr. Spurning núna hvort að Alexander ná að koma sér upp sæti hér á síðustu ringjunum. Besti ringurinn hans Alexanders er sekundu
Já, 1,5 hraðari heldur en hjá Stefáni. Og það munar 2 heilum sekúndum á síðasta hring hjá þeim. Og þetta er Alexander að reyna allt sem að hægt er. Hann ætlar að koma sér þetta fram úr. En það dugur ekki, Stefán frekur. Ég held þetta væri að fara að gerast. Jesus, ég held að Alexander, nei, hann Stefán ætlaði að snúa þannig. Herðu, Stefán er með svart flagg, ég er áttum á því núna og Stefán neglir hérna í pit. Tekur út sitt svarta flagg og Alexander hirðir af honum sætið og skellir sér upp í 9. sætið hér. Líklegasta síðasta framúrtakan sem við fáum að sjá hér í þessari keppni því miður. En það er nú bara örfá hringir eftir. Aron Breki búinn að stækka bilið upp í heila 5 sekúndur og það rúmlega. Gunnar Karl virðist vera búinn að grilla dekkin sín. Og á ekki róð í Aron Breka. Aron Breki sem er að leiða núna og búinn að leiða mér minn alla keppnina. Byrjaði keppni í fyrsta sæti eftir tímatökuna og heldur því. Kemur þetta inn á 38. hring. Í fyrsta sætinu. Þórhallur Jóns í 3. sætinu og Sigurgeir hérna rétt á eftir að hafa fengið Þórhall aftan á sig. Og hér er kunnlegur rallykappinn sjálfur. 5. sæti. Stendur sig afburða vel með það að vera nýlega byrjar að keyra iRacing. Hákon Jökuls hérna verið aftan í 12. sæti, síðasti bíllinn í braut. Aftasti bíllinn eftir að hafa fengið Fenrir aftan á sig áðan. Fenrir sem hætti þá bara keppni. Svo er Patrikur hérna í 7. sætinu. Svo Arnar Kristjánsson með Hinrik Haraldsson rétt fyrir aftan sig að reyna að komast fram úr. Svo er 9. sæti Alexander Hauksson. Og Stefán Freyr sem er núna að koma inn í pit aftur. Hann hefur fengið svart flagg aftur. Fyrir hvað veit ég nú ekki. Það er Bjarni Sigursson hér í 11. sæti. Team Skuggi. En það er hinn 13 ára Aron Breki Valgeirsson sem keyrir fyrir jarðíturnar sem er að sigra. Ég sagði nú á hann að Gunnar Karl væri kannski búinn að steikja dekkin sín en hann er kominn aftur með ágætis tíma. Þeir eru báðir farin að vera nær 1:47 sekúndum heldur en að vera 1:46 sem segir okkur það að dekkin eru farin að vera ansi slepp hjá þeim og bara að vera erfitt að keyra bílana.
Og nú spurning, dekkjakvíslarinn sjálfur Hinrik Haraldsson með dekkin sín alveg í lagi og hann tilbúinn í árás á Arnar Kristjánsson? Hendum okkur inn í bíl hjá honum Haralds. Hvort hann nái nú að sníka sér hérna fram úr. Smá action hérna fyrir okkur áður en þessu líkur í kvöld á þessum yndislega 50 degi í boði GT Akademíunar, málingavörur, aðalbón, bílamarkaðurinn og verkfræðistofa Reykjavíkur, kæra fólk. Takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í kvöld. Fylgjast með þessum unaðslega kapastri. Herra, Hinrik, gerði eitthvað? Náð honum. Gefa okkur sem aksjón hérna. Mats, Hinrik, bremsaðu setna, já. Sjáu þið hann að dansa þarna á stýrinu, reyna að finna grip. Það ágætisferð hérna út og að minnka örlítið bilið í Arnar Kristjánsson, en Arnar virðist ekki vera að láta pressuna á sig fá, keyrir bara þétt hér með Hinrik á hælanum. Hinrik var eins og að keppa í Finnlandi og var þá kallaður og gekk undir því nafni Nart í hælana. Nort í hælana. Það var sagt svona sko, Nort í hælana. Síðasti ringurinn kominn. Það Aron Breki sem að leiða þessa keppni. Gunnar Karl ennþá í öðru, Þórhallur Jóns í því þriðja og Sigurgeir Lúðvíksson í fjórða sæti og í fimmta sæti situr Gunnlaugur Ásgrímsson, rallykappinn sjálfur, rallymeistari. Hann Íslandsmeistari í hermirally. Og við höldum áfram að sitja bara inn í bíl hjá Hinrik og fylgjumst með hérna á síðasta ring hvort að Hinrik ná að gera eitthvað í þessu og koma sér upp í 7. sæti. Eða allavega að gera eitthvað skemmtilegt, þannig að bara hann að sé pressa á manninu, þannig að við höfum eitthvað spennandi að fylgjast með á síðasta ringinn. Ég get ekki séð svo að Hinrik ætla að stíka sér hérna fram úr. Áður en of langt líkur og skulum við kíkja hérna á Aron Breka Valgeirsson sem tekur sigur í sinn fyrsta sigur í Formúlu 4 deildinni. Drengur, fagnaðu. Virkilega vel gert hjá Arni Breka. Svo það Gunnar Karl Vignisson sem kemur inn í öðru sæti og í því þriðja Þórhallur Jóns og í fjórða sæti
Sigurgeir Lúðvíksson. Ykkur sigur hérna hjá Aroni Brega sem tekur hér fagnaðarspól fyrir okkur. Já, hann að bara taka fagnaðardrift. Ykkur endir á drifti. Hann bara tók góða slætið þarna út. Og fá bara endursýningu. Það það sem við viljum gera. Já, það er þessi fallegi hringur. Býttu, við hefðum átt að fylgjast með honum allan tíman. Hættu, drengur. Hættu þessu. Þetta eru bara stælar. Þú ert bara að sína þig núna. Það er það sem þú ert að gera. Þú ert bara að vera montras. Algjörlega geggjaður drengurinn, 13 ára gamall og pakkaði hérna saman í dag í Formúlu 4-deildinni. Virkilega vel gert. Vignisson í öðru sæti, Þórhallur Jóns í... Nei Ég ætla ekki að hafa þetta svona. Svona, Þórhallur Jóns í 3. sæti og Sigurgeir Lúðvíksson tekur 4. sæti. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sem tekur 5. sæti, Patrik Magnússon í 7. sæti, Arnar Kristjánsson í 7. sæti og Hinrik Haraldsson tekur 8. sæti. Svo er Alexander Hauksson sem barðist hraustlega, kom sér í 9. sæti, Stefán Freyr Margretason í 10. sæti. Og í 11. sæti Bjarni Sigursson, Hákon Jökulsson í 12. sæti og Fenrir Ponsi í 13. sæti eftir að hafa hætt keppni, ekki hægt að keppni næst. Halda áfram. Alex Jóhannsson tekur svo 14. sæti, hann hætti keppni snemma, væntanlega búinn að æfa sig ansi lítið og ekki meikað niðurlæginguna. Ég segi þetta því ég þekki þig, hættu þessu kjaftaði, halda áfram að keyra, hættu að vinna í húsinu þínu. Fær ekki Þórhallur víti fyrir að negla á gaurinn? Mögulega, jú, það er þannig kerfið í þessu, þeir þurfa að senda inn kærur. Það runnuðu þeim einhvern veginn eftir á, þannig að það er engin dómari að fylgjast með hér live eins og við erum með þegar við erum með Íslandsmeistaramótið eða Formúludeildina. Þannig að það er aðeins öðruvísi hér, en jú, væntanlega verður eitthvað gert í þessu, einhvers konar refsing gefin út á þetta og það þykir mér allavega mjög líklegt. Skulum sjá stíin í mótinu. Það er Aron Breki sem er einu stíi fyrir neðan Gunnar Karl Vignisson, hoppar hérna upp úr 3. sæti yfir í 2. sæti í deildinni og tryggir sér þar með að vera langt undan Þórhallur Jóns, skulum við bara segja. Það er Þórhallur sem situr svo í 3. sæti og Sigurgeir Lúðvíksson í 4. sætinu. Hákon Jökulsson í því 5. Engin breyting hjá Sigurgeir og Hákoni, en það er Arnar Kristjánsson sem er hástökkvari ásamt reyndar Patrik fyrirgefið. Patrikur er að hoppa þetta upp 7 heil sæti og komin í 9. sæti í deildinni. Er að lendi í miklu klúðri í keppni 1, minnum að það hafi verið. Held að það hafi verið keppni 1 eða bara ekki mætt. Það var annarkort, hvernig sem það var. Alex er í 7. Fenrir í 8. Patrikur í 9. og Hinrik Haraldsson er í því 10. og er að hoppa upp 2 sæti. Vel gert þar. Gunnlaugur Ásgrímsson hoppar upp 9 sæti, kæra fólk. Komin upp í 11. sæti. Stefán Freyr kemst upp 1 sæti. Alexander Hauksson fyrir upp 2. En Kjartan og Bjarni er að falla þetta niður 5 og 6 sæti. Bjarni Sigursson í Rust Easy er stand Bjarni Jarl. Þurfum að bæta því við. Nafnið á honum. Svo er Pétur Illi Einarsson
Árni Fannar Þráinsson, Sigurjón Helgason, Viktor Þráinsson. Það eru turbogiltir þarna í 17. og 19. sæti. Ég vil sjá meira af ykkur strákar. Ég veit að horfa. Ég vil bara sjá meira ykkur keppa. Ívar Máni og Yngvi Jón. Þið hafa ekki náð neinum stigum í deildinni. Ekki tekið þátt nógu oft. Nú sé ykkur bráðum aftur. Er það ekki svoleiðis? Takk ykkur kærlega fyrir. Ég sé ykkur aftur eftir 2 vikur, kæra fólk. Hafið það stórfenglegt í kvöld og þangað til næst. Hafið það gott. Bless.